Ég var á bakvakt, bara heima hjá mér þegar útkallið kemur. Og þetta var svolítið óljóst hvar þetta væri nákvæmlega. Ástæðan fyrir því að þetta hreinlega fannst í upphafi var það að þegar ég ek yfir Núpsvatnabrú, það var ennþá svolítið rökkur, ekkert sérstaklega gott að sjá, þá tek ég eftir skarði í brúnni, í leiðara brúarinnar. Og ég sá ekki þarna niðri þá, en þegar ég kem á enda brúarinnar þá stíg ég út og kíki niður fyrir brúna og þá sé ég að þarna er bíll og eitthvað fólk. Og það var svona fyrsta að koma, þannig að ég hljóp þarna niður undir brúna í fyrstu hjálp. Stuttu eftir að Þorsteinn kom á staðinn kom þangað hjúkrunarfræðingur frá Kirkjubæjarklaustri. Þriðji maður á vettvang var svo Adolf Ingi Erlingsson leiðsögumaður sem var í hringferð landið með fulla smárútu af ferðamönnum. Þegar ég kom að þá voru 4 manneskjur sem voru komnar út úr bílnum, 3 ennþá inn í bílnum og það var lítið barn sem var lífvana augljóslega, lá þarna svona til hliðar. Og hvað gerðir þú? Til að byrja með, börnin voru auðsjónlega nokkuð illa farin, strákurinn var með, fótleggurinn var auðsjónlega brotinn, hann var bara í vinkli sko, og stelpan var rænulítil og svo fór ég spurði ég hvort ég ætti ekki að fara inn í bílinn og athuga með ástandi á þeim sem voru þar og það var samþykkt þannig að ég fór inn afturgluggann, fór inn og það var þrennt í bílnum, ökumaðurinn sem var fastur eiginlega undir mælaborðinu, kona í aftursætinu sem var augljóslega látin og svo önnur í öftustu sætaröðinni sem var svona í andaslítrónum þegar ég kom hann inn. Hvaða lýsingarorð á maður að nota yfir þetta annað en bara hræðilegt? Það er í einu orði sagt þannig.